Síðasta myndbandi í bili hvernig við finnum tíðasta gildi ef við höfum gagnatöfluna sjálfa. Við ætlum að finna tíðasti fjöldi í bekk. Hvaða fjöldatala er algengust? Hvaða fjöldatala kemur oftast fyrir? Og það er líka til skipun fyrir það. Hún heitir MODE, M-O-D-E. En þið sjáu núna að MODE hefur 3 útgáfur. Það er ein sem er merkt með svona þríðningi, það þýðir að hún er eiginlega úrelt og ekki studd lengur. En það eru til síðan 2 hérna sem heita mode.mult eða mode.single. Og mode.mult er þannig að hún skilar mörgum gildum ef það eru margar fjöldatölur sem eru allar algengasta. Þannig ef við höfum 3 bekki sem eru 25 manna en við erum líka með 3 bekki sem eru 28 manna og það séu algengustu stærðirnar, þá skilar þessi mode.mult sem skulum nota, hún skilar fleiri en einni tölu ef það er fleiri en eitt tíðasta gildi. Við veljum aftur öll gögnin okkar með því að smella í efsta reitin, halda inn í Ctrl og Shift og ýta niður og lokum sviganum. Þannig að við sjáum hérna algengasta tíðnin, eða algengasta stærð á bekk er 25 manns. Við getum séð samt að við fórum að skoðum einföldu tíðnitöfluna okkar sem við bjuggum til fyrir nokkrum vikum að við sjáum hérna, það eru 5 bekkir sem eru með 25 og svo eru 4 bekkir með 22 og ég ætla að sýna ykkur hvað gerist ef að 22 og 25 eru bæði algengast. Þannig að ég geti tekið hérna einhvern bekk, segjum sem svo að það væru ekki 26 manns í fyrsta U, heldur 22. Þá er það orðið þannig að 22 kemur 5 sinnum fyrir og 25 kemur líka 5 sinnum fyrir og þá fáum við 2 tölur út frá þessari skipun mode.mult. Þannig að þá fáum við öll gildin sem eru algengust. Og það er svolítið munurinn. Ef við myndum nota hina útgáfuna þá fengjum við bara 1 tölu. Nú ætla ég að teka þetta tilbaka svo við höfum þá bara rétt gögn. En við athugum það eins og með average og með median að mode.mult er aðeins leyfileg ef við höfum aðgang að gögnunum sjálfum. Það má ekki nota þessa skipun á tíðnitöflu. Það er alveg bannað, það má ekki, hún virkar ekki, hún gefur okkur ekki rétta niðurstöðu ef við notum þetta tíðnitöflu. En hún virkar fínt ef við höfum aðgang að gögnunum sjálfum.